Sæl öll, ég ætla að tala hérna loftgæðavöktun vegna náttúruvár á Íslandi og þið megið alveg þess að stoppa mig alveg miðum fyrirlestri ef þið eru með spurningar, það getur vel oft svona kannski bara fjöruðri umræðar þannig og ef ég sé ekki í rafrænu hendina þá verður ég bara stoppa mig af. Þetta sem skjáskot af vefsíðun okkar loftgæði.is. Þetta eru þær stöðvar sem voru virkar í bara gær og ef maður horfir á hvernig það dreifast landið þá svona 3 þættir sem ráða í hvort að stöð settu upp ekki. Það nálægð við umferð, þannig umferð í þéttri byggð og það þá fyrst og fremst höfuðborgarsvæðið og Akureyri. Svo það stóriðjan, álverin, kísilverin og svo það jarðvarmavirkjanir sem eru yfirleitt með mælistöðvar líka. Til dæmis á Hellisheiði, Þeistareykjum og H.S. Orka í Grindavík. Á þessu korti í raun bara ein loftgæðamælistöð sem var sett upp út af náttúruvá sem búin að vera í lengur en ár. Það þessi í Bláskógabyggð. Það var Óskarsveitarstjórn og þar að fá stöð út af það er algengt Sandfokasvæðinu sunnan við Langjökul. Og það var í sjálfu sér þörf á fleiri þannig stöðum. Ef maður horfir á kortið þá hrópar svolítið á mig þetta stóra gat sem engin stöð er. Og við sjáum þetta eru svæði oft mjög gróðurlítil og er í raun stærsta eyðimörk í Evrópu. Svo eru 2 stöðvar í Kimbetri og eftir sem voru settar upp út af eldgosinu sem núna. Já, þetta svo sem bara það sem ég var að segja. Þetta er stóriðan, bílarnir og jarðvarmavirkjarnar og það stór hluti Suðurlands sem útsettur fyrir loftmengun efnum af náttúrulegum völdum og stundum bara í mjög miklum styrk. Og það sem engin loftgæðavöktun á stórum svæðum og það eru eiginlega kannski 3 konar efni sem þyrftum að vakta sem eru ekki af mannavöldum heldur en náttúruvöldum. Það þá svifryk sem oft vegna sandfoks. Það brennslisvetni sem kemur á jökulhlaupum. Og svo eru eldgosin og þá það öskufallið eða svifrykið og brennisteinsdíóxíð. Og þau geta verið mjög misskipt gosin eins og í Eyjafjallajökli þá var það fyrst og fremst bara aska öskufall, lítið gas en holurhraun og svo núna á Reykjanesi er brennisteinsdíóxíðið stóra málið. Og ef við skoðum aðeins svona tíðnina á þessum atburðum, sandfok, það má kalla fleiri nöfnum, öskufok og leirfok ef þetta ekki maður nákvæmur. Þetta er raun bara reglulega alltaf, oft á ári, sérstaklega svona frá því að stemma vorin og bara meðan er snjólaust og þurrt getur verið sandfok ef það hreyfir vind. Og við erum þá að tala þarna Suðurströndina, Skeiðarársand og svæðin ofan Vatnajökuls. Og svo Langjökuls líka. Svo það brennisteinsvetni frá jökulhlaupum. Það þessar stór jökulár sem það sem jarðhiti undir jökli. Það með Skaftá sem það í Kirkjubæjarklaustri nálagt, svo Múlakvísl og það stutt í Vík í Mýrdal og svo Jökulsá á Sóleyjarssandi. Og svona gróflega séð, svona stærðargráðan, þá verður svona sirka einu svona ári sem einhvers staðar misstórt jökulhlaup það sem mælist og finnst mjög sterk brennisteinsvetnislykt nálægt ánum. Og svo eldgosin og ef við horfum svona sirka síðustu öld þá þetta svona gróflega séð að meðaltali 3 ára á milli gosa. Þó það sé mjög misdreift og núna sem fyrir utan það sem á Suðurlandið, á Reykjanesi, þá Veðurstofan með 3 eldfjöll í raun gjörgæslu, Heklu, Kötlu og Reykjavíkur. Og við skoðum aðeins betur hvar þessi svæði eru, hvar þetta búist í sandfoki eða jarðvegsfoki og það þá á svæðin þar sem lítil gróðurþekja og mikið rof og það eru þessi svæði þetta er Suðurströndin, Skeiðarársandur, svæði sunnan Langjökuls hefur oft áhrif á höfuðborgarsvæðinu og svo þetta stóra svæði sem hefur áhrif á bara norðausturlandi. Og stundum þetta ótrúlega lítil svæði eins og það getur oft verið sandfok ekkert langt frá Landeyjahöfn á svæði sem ekkert mjög stórt. Þetta alltaf sami punkturinn liggur við. Þó þetta sé rauð lína hér, þá það svona stór, ekkert svo stórt svæði sem fíkur oft úr og maður getur alveg séð mökkinn á loftmyndun sem í suðaustanáttinni yfir höfuðborgarsvæðið og jafnvel út á Faxaflóa. Þorsteinn, það ein spurning. Hvers vegna
ekki loftgæðavöktun á Austurlandi, til dæmis í Fljótsdal eða Jökuldal, en þar eru reglulega sandfok? Spyr Silvía Helgadóttir. Já, þetta sjálfum sér alveg valid spurning og það þá vantilega sandfok frá þessum svæðum og það alveg, mætti alveg sjá það fyrir sér og ég kem með dæmi á eftir hvar stöðvar getur verið og það ekkert tæmandi listi endilega. Þegar við skoðum aðeins jökulhlaupin, þessar bláu línur sína ár það sem hefur verið jökulhlaup reyndar frá á nútíma, sem það frá lokum ísaldar. Það var, fyrir landnám var mjög stórt hlaup hér en núna á okkar síðustu áratugum þetta fyrst og fremst jökulárnar á Suðurlandi sem koma á þessum jöklum, sem eru eldstöðvar eða jarðhitasvæði undir, frá Kötlu, Mýrdalsjökli og frá Skeiðarárjökli, Vatnajökli. Svo önnur spurning. Já. Við höfum sett upp 3 loftgæðamæla á Ísafirði vegna skemmtiferðaskipa. Hafið þið eitthvað hugsað út í það? Sigurður Halldór Árnason spyr að því. Við höfum allavega ég var búin að frétta því að það væri komin 1 mælir, ég reyndar vissi ekki að væri komin 3 og það væri bara áhugavert að frétta eitthvað meira því. Ég hafði svo sem ekkert hugsað mér út í það nema að ég hafði heyrt að þessum eina mælu og var búin að vera í sambandi með Ralf á Ísafirði einhvern tímann út af því, en þeir eru ekki online svo ég viti eða hvað. En eldgosin, þetta eru 80% eldgosa á Íslandi frá landnámi eru á Austara-gosbeltinu, þannig að það er Suðurlandi sem er mjög mikið útsett fyrir gosum. En svo núna þetta gos í gangi á Reykjanesi, það sem hefur ekki gosið í 800 ár. Já, 80% á sögulegum tíma á Austara-gosbeltinu og þar aðalleikarnir eru kannski Grímsvötn og Katla. Grímsvötn er með flest gos á sögulegum tíma, Katla hefur framleitt mest af gosefnum, svo það Bárðarbunga og Hekla og svo eru fleiri hættuleg eldfjöll. Ég setti Öræfajökulsgosið 1362 rautt af því það var mjög stórt og öflugt sprengigos. Það má kannski líka því gosið við bara gosið í Pompeii. Þannig að það var líklega mannskaði kringum Öræfajökul þarna í þessu gosi þó að séu svo litlar heimildir en það voru svona gjóskuflóð sem eru kannski mörg hundruð gráðu heitt og fara með hraða eins og snjóflóð niður hlíðarnar. Aðeins hvað segja frá það sem vorum að gera í síðustu 3 eldgosum. Þá er ég ekki að tala Eyjafjallajökli, Grímsvötnum og Hólurhrauni. Þá vorum við að setja mæla upp eftir að gosin hófust, stundum í erfiðum aðstæðum eins og undir Eyjafjallajökli í jafnvel miklu öskufalli. Þá vorum við að færa okkar mælistöðvar en vorum í raun líka að fá lánaðar mælistöðvar frá rekstraraðilum eins og Kísiliverum, Álverum og Landsvirkjun. Vegna þess að þetta eru mæla sem maður getur ekki pantað með stuttum fyrirvara, það er langur afgreiðslufrestur á svona mælum. Og þetta er ekkert endilega kannski óska staðan að þurfa að rudda sér einhvern veginn í horn með að fá lánaða mæla jafnvel frá fyrirtækjum sem Umhverfisstofnun er með í eftirliti. En þetta gekk allt vel og fengum þess að mæla lánaða og en það er betra að vera svona oppandi reddi með einhverja stöðvar. Núna varandi gosið á Reykjanesi sem við náðum að setja upp 2 mæla í Vogum og Njarðvík áður en gosið hófst. Og svo erum við búin að semja við Staksberg sem er tók við búin af United Silicon að fá að nota þeirra loftgæðamæla. En það tekur svolítið tíma að koma þeim í gagnið. Mögulega staðsetningar, hvar gætu þessi mæla til dæmis verið. Setti ég nokkra staði á lista, Hvolsvöllur, það er þá Svifryk frá Landi eða Sandi, hugsanlega Öskufalli, eða SO2 frá Heklu eða Kötlu. Þykkvibæri eða Landeyjarnar, þar er oft mikið sandfok frá Landi eða Sandi. Undir Eyjafjöllum, þar er það kannski frekar Öskufall og SO2 frá Gosum, svipaði Mýrdal. Í Mýrdalnum setji líka Brennisteinsvetni, Kirkjubæjarklaustur, sama dæmi hér, það er mikið jarðvegsrok í kring, sérstaklega eftir að skafta á breyttum farveg fyrir einhverjum misserum. Þar getur líka orðið öskufall frá Grímsvötnum
og Gossgufur og Brennisteinsvetni frá jökulhlaupum, Skaftafell og svo Mývatn er líka oft sent frá svæðinu norðan Vatnajökuls og þar eru náttúrulega líka undir náttúrulega eins og svæðin á Austfjörðum og þetta jafnvel mælist á eða sést greinilega oft á Akureyri, Norðurlandi. Og þetta þarf alltaf að vinna sjálfur sér í samvinnu við heimamenn á hverju stað, bæði að fá aðstöðu fyrir mæla og svo líka bara þeir þekkja oft betur aðstæður hvar þessi vandamál eru og hvernig. Og þetta var sem kortið sem ég byrjaði með þarna áðan og hérna er ég búinn að merkja inn á þessa hugsanlegu staði. Það er hérna Suðurlandið, sett í Mývatn og það er sjálfsagt að setja upp mæla víða. Þetta er allt spurningu líka bara um peninga. Svo kannski bara örstutt í lokin hérna bara gosið sem er í gangi núna í Geldingadölum. Það er talsvert mikið brennisteinsdíoxíð þó þetta sé lítið gos þá segi ég mikið að því bara þetta er það nálægt byggð. Þetta er miklu nær byggð heldur en Hólmshraun var. Svona var staðsetning mæla á höfuðborgarsvæðinu áður en gosið hófst, mæla sem mæla SO2. Þetta eru mæla sem voru bara uppi, þurfti ekki að redda neinn í horn. Aftur móti Reykjanesi var staðan svona fyrir gos, það var bara einn mælir og hann var á vegum HS Orku og þeir eru með mæla, fyrst og næst til að mæla Brennisteinsvetni frá Svartsengi en þegar gosið svona fyrir einhverju mánuðum þegar þessar hræringar hófust þá sáu þeir færa á að þeir gátu sett upp mæli sem mælir líka SO2. Við erum búin að ná að setja upp þessar 2 stöðvar á Reykjanesi í Vogum og Njarðvík og svo er spurning hvað við hversu hratt gengum með að koma mælum Ion Silicon núverandi Stakksbergs í notkun og það er svo sem ekkert búið að ákveða hvar þeir verða. Þetta er svona bara dæmum staði sem maður sér fyrir sig að væri eftirspurn eftir þeim á. Bara rétt í lokin, þetta er sem mælistöðun okkar í Vogum. Við eigum eina svona færanlega kerru. Þar eru að mæla núna sem SO2 sem er þá áhugaverðarstefnið og þessi mæla líka brennisteinsvetni. Það kom að mæla líka kolmónósíð, það kemur eitthvað kolmónósíð frá gosinu. Það er sjálfsög engin heilsufarshætta af þeim styrk sem það gæti verið í en það er bara áhugavert bara fræðilega og vísindalega og safna gögnum CO og frá gosum og við erum líka að mæla kvikasilfur sem er þá líka meira svona fræðilegur út af fræðilegum ástæðum og safna bara gögnum frekar en það er ekki beinlínis hætta fyrir íbúa. Það er fyrst og fremst bara SO2. Hvað kostar svona mælar? Þetta er svo sem engin nákvæm kostnaður verið gerð en fyrir hvern af þessum bláu punktum sem ég setja kortið á það má alveg gera það fyrir 10 milljónum í stokkostnað ef við gerum það fyrir einu gasmæli og einu svýrismæli og það er með að það finnist heppilegt húsnæði á hverjum stað ef það þarf að setja upp gám eða reisa eitthvað hús þá er komið frekari kostnaður og svo kostar að viðhalda og hvarfa þess að mæla og þetta er líka mjög grófa tölur 1 til 2 milljónir á ári og